Böddi, það 1-0 sigur niðurstaðan. Hver bara svona þín sýn á leiknum? Mér fannst F-fæðingarnir betri í fyrri hálfleik þó fengið ágætis færi. Voru að leysa vel að komast á bak miðjun okkar í svona millisvæðin og breyka á okkur og Flóki og Úlfur voru gífurlega mikilvægir í þeim part leiksins. Þannig já, mér fannst þið betri í fyrri hálfleik en svo fannst mér seinni hálfleikur miklu betri hjá okkur allan svona þegar ég hugsa tilbaka núna. Þannig að já, mér fannst við meira að geta unnið stærra með færin sem við fengum en góð frammistaða frá báðum liðum í dag. Voru búin að eiga ykkur 2 eða 3 stangaskot áður en fram að markinu kom. Hversu svona bara sætt var síðan að horfa eftir honum og síðan fara inn á aðlokum? Ekkert eðlilega og bara ekkert smá vel klára hjá Ómari í þessu mómenti og já, maður svo sem með við seinustu leiki var maður ekkert rólegur þá að vera 1-0 sko og maður búin að missa mikið á úrslitum niður þannig að ennþá sætara í lokin að ná siglus heim. Hvernig það bara svona verið því persónulega að mæta inn á Kaplakrikavöll og mæta FH? Já, þú veist, það var skrítið að hita upp hinum meginn, það var skrítið að sjá mömmu og pappa í stúkunni í meginn, sem sagt aðkomuliðsmegin, ég hef aldrei séð þau þar áður, það var steikt en bara að vera á vellinum og eitthvað, maður spilaði hérna margoft og hjálpaði til að FH var í einhverjum nýjum lit á búning þannig að þetta truflaði mikið á mikið. Og bara svona, þú veist, hversu mikið bara svona gefur þessi sigur ykkur bara fyrir framhaldið? Náttúrulega hvað var í smá frí núna, hversu bara þægilegt að fara með sigur á bakinu inn í smá frí? Bara alveg gífurlega mikilvægt og svona tölum við fyrir leikina að þetta myndi setja tóninn fyrir hvað við ætlum okkur í framhaldinu og komin núna upp í 12 stig með skjálftastigi og stutt í liðin fyrir ofan og eigum eftir að spila við öll aftur einu sinni þannig að það bara allt framöndan og nóg möguleikum. Bara hversu mikilvægt var þessi sigurinn í kvöld? Gífurlega og bara upp á njóta frísins líka aðeins, þú veist, það verður ekki að fara inn þunglindur í frí og koma tilbaka aðeins þyngra en þetta vera, þannig að já, gífurlega mikilvægt sigur. Hvernig svona, já það er alltaf búið að vera svona ákveðna gagnrýnisraddir bara í gegnum skalið bara upp á það kannski margir sem bjuggust við kannski meira, hvernig finnst þér sú gagnrýni, finnst þér eiga rétt á sér eða hvernig finnst þér svona umræðan skalið? Þú veist, mér finnst gagnrýni alltaf eiga rétt á sér þegar þú ert á stað sem að ætla sér hluti og það virðist ekki vera að ganga upp akkurat í mómentinu. Það er bara mjög eðlilegt að sú gagnrýni komi upp og maður svo sem alveg bjóst við því þegar úrslitin voru ekki að falla með okkur í byrjun en þú veist, ég held að við innan liðsins höfum ekki haft neinar áhyggjur af neinu. Frammistaðan búin að vera þarna allt síðan, við erum nýtt lið, við erum að læra inn á hvern annan, læra kannski að vera meira dominandi lið heldur en kannski Skaginn hefur oft verið ef við tökum með fyrra til dæmis með boltan og annað. Þannig að það er bara mikið hlutin sem við erum að vinna í og ég horfi bara mjög bjartsýnn á næsta leiki. Svona fáum við eins og komum inn á bara svona stutt frí núna og svona hvernig svona horfið bara framhaldið við þér síðan bara í næstu leikir? Sorry, ég mista spurningu. Hvernig horfið bara svona framhaldið við þér svona eftir frí svona bara svona, já hvernig horfið framhaldið við í næstu leikjum? Já, bara mjög gott. Þú veist, hvað hefur ekki Val og síðan KR. 2 hörkuleikir hjá lið sem eru búin að spila vel og þá sérstaklega KR búin að vera á eldi. Þannig að það er bara 2 alvöru áskorunir og ég hef bara fulla trú á þessu liði sem við erum með og hvað þá þegar við erum með menn eins og Rúnar og Steinar sem eru að koma tilbaka. Þá bætist hópurinn ennþá meira. Það voru komið gífurlega sterkan hóp og alla forsendur til að gera vel. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir.